Ó drottinn, þú ert sá fjarlægir alla angist og flæmir á braut sérhverja þrengingu. Þú ert sá sem gerir útlæga hverja sorg og leysir sérhvern bandingja, endurlausnari allra sálna. Ó drottinn, veit þú lausn þína sakir miskunnar þinnar og tel mig með þeim þjónum þínum slottnast yfir frelsum bábinn. Ólafur, áður en við byrjum að fjalla sjálft efni þessa stundar, þá langar maður aðeins til að spyrja þig þar sem að þetta verður á netinu. Þú ert Bahai-trúar. Já. Segðu okkur bara í örstuttu máli, hvað er Bahai? Í örstuttu máli, það er Bahai-trún. Þetta er trú sem að, kemur frá Íran og hann spámaðurinn heitir Baha'u'llah og hann kemur þann boðskap að öll trúarbrögð frá einum Guði. Það er einn Guð og allir spámennir koma sem sagt frá einum Guði. Og Bahai-trúin aðalega, bara sem stuttu máli, talar einingu mannkyn. Að við öll trúum að við elskum hvort annað. Þau voru friðsæl og falleg trú og þess vegna ég Bahai ennþá. Já, en segðu mér þá, hvers vegna gerðist þú Bahai? Ég náttúrulega fæddur Bahai. Hvað áttu við með því að þú sitt fæddur Bahai? Já, mamma og pabbi eru Bahai, og ég fæddist inn í Bahai-trúna og af hverju ég held ekki áfram að vera Bahai? Það er alveg, ég veit alveg, sko, þegar ég var 14 ára, þá fekk ég að fara til Ísrael með öðrum Bahaium. Og ég man að mér var alveg sama. Ég var ekkert mikið að pæla í þessu, sko. Og vissi ekkert. Þú segir til Ísrael, af hverju voru þið að fara til Ísrael? Það var pílagrímsferð. Af því að þegar við vorum 14 ára þá fermdust allir jafnaldrar mínir og þá fengum við að fara hópur af krökkum frá Íslandi. 14 ára, 15 ára. Fórum í pílagrímsferð til Ísrael. Af hverju til Ísrael? Út af því að það þannig að spámann grafinn í Ísrael. Það er helgistaður Bahai-trú. Já. Þannig að. Já. Og þess vegna fórum við í pílagrímsferð og ég man bara eftir ég kom þangað og ég var einhver veginn bara, ég var bara glaður ég fekk að fara í ferð en það gerðist eitthvað annað. Þegar ég fór inn í grafhýsi Abdul Baham. Það var bara eitthvað sem kom yfir mig þar og eftir þá fór ég með bæna mína á hverjum degi og ég er búinn að gera síðan. Það var bara eitthvað sem, ég veit ekki hvað var. Það var bara eitthvað sem gerðist og ég hef alltaf farið með bæna mína síðan. Og já. Þá skulum við snúa okkur núna að efni dagsins, þjáningar. Já. Gefa þér bara orðið núna. Já, ég ætla að lesa smá hérna. Þetta er alveg svolítið texti en samt ekki, sko. En ég byrja bara hérna. Abdul Baha svaraði mörgum spurningum þjáningu. Hann var spurður hvort fyrir sálinu meira fram í sorg eða gleði í þessum heim. Hann svaraði, hugur og andi mannsins þroskast þegar hann reyndur með þjáningu. Því betur sem jörðin plægð, því betur mun fræið vaxa. Þeim mun betur verða uppskeran. Eins og plógurinn risti jörðina djúpt og hreinsar hana af illgresi og þýslum,
Þannig frelsa þjáningar og raunir manninn frá lítilsverðum málefnum þessa veraldlega lífs. Þar til hann nær stigi algjörs andlegs frelsis. Viðhorf hans í þessum heimi verður viðhorf himneska hamingju. Maðurinn er svo að segja ófullþroska, eldshiti þjáninganna mun þróa hann, litið til liðinna tíma. Og þið munið uppgötva að hinir mestu menn hafa þjást mest. Ætti sá sem öðlast hefur þroska með þjáningu að óttast hamingju. Abdul-Baha, með þjáningu öðlast hann eilífa hamingju og sem enginn getur tekið frá honum. Postúlar Krists þjáðust, þeir öðlust eilífa hamingju. Er það ómögulegt að öðlast hamingju án þjáningar? Abdul-Baha. Til að öðlast eilífa hamingju verður maður að þjást. Sá sem hefur náð stigi sjálfsfórnar hefur sanna gleði, tímaleg gleði hverfur. Með eftirfarandi orðum fullvissa Abdul-Baha okkur að sorgir og þjáningar séu tengdar þessari efnisveröld. Í þessum heimi erum við undir áhrifum tvenns konar tilfinninga, gleði og sársauka. Gleði gefur okkur vængi og gleði stundum er orka okkar lífrænni og gáfur okkar skarpari og skilningur okkar skýrari. Við verðumst hæfari til að starfa í veröldinni og finna svið gagnsemi okkar. En þegar hryggðin heimsækir okkur verðum við máttvann. Styrkurinn yfirgefur okkur, skynjun okkar er óskýr, gáfur okkar myrkvaðar. Við verðumst ekki ná tökum á raunveruleika lífsins. Andlegum augum okkar tekst ekki að uppgötva hina helgu leyndardóma og við verðum sem dauð. Þessi tvenns konar áhrif láta enga mannveru ósnorta, en öll sorg og hryggð sem fyrirfinnst kemur frá veröld efnis. Hinn andlegi heimur gefur aðeins gleði. Ef við þjáumst það sækir efnislegra hluta og allar raunir og allir erfiðleikar koma frá þessum blekkingaheim. Kaupmaður getur til að mynda mist viðskiptin sín og sokkið þunglyndi. Verkamaður er rekinn frá störfum og sulturinn blasir við honum. Bóndi fær slæma uppskeru og áhyggjur fylla hug hans. Maður byggir hús sem brennur til kaldra kola og verður þegar í stað heimilislaus, fjárþrota og örvinglaður. Allt þetta sýnir að raunirnar sem bíða okkar við hvert fótmál, sorg okkar, sársauki, skömm og hryggð fæðast í heimi efnisins. Það sem ríki andans veldur aldrei hryggð. Maður sem lifir með hugsanir sínar í þessu ríki þekkir eilífa gleði. Þrautirnar sem afleið alls holds fara ekki fram hjá honum en snerta aðeins yfirborð lífs hans og djúpin eru kyrr og rósum. Í dag er mannkynið beygt af erfiðleikum, sorg og hryggð og enginn sleppur, heimurinn votur af tárum, en Guði sé þökk, lækningin er við dyr okkar. Snúum hjörtum okkar frá heimi efnisins og lifum í hinum andlega heimi. Hann einn getur veitt okkur frið. Ef við erum föst í erfiðleikum, þurfum við aðeins að ákalla Guð og af mikilli náð sinni mun hann hjálpa okkur. Ef sorg og mótlæti heimsækir okkur, skulum við snúa ásjónum okkur til konungsríkisins og himneskri huggun verður úthellt yfir okkur. Ef við erum sjúk og harmi slegin, skulum við biðja líkt Guðs og hann mun svara bæn okkar. Þegar hugur okkar fullur af biturleika þessa heims, skulum við beina sjónum okkar að ljúfri vorkunnsemi Guðs og hann mun senda okkur himneska ró. Ef við erum fangar í efnisheiminum, getur anda okkar svifið inn í himnana og við munum vissulega vera frjáls. Þegar líður að ævilokum skulum við hugsa til hinna eilífu heima og við munum fyllast gleði. Raunir og sorgir þessa heims eru tvenns konar. Ef maður borðar of mikið, eyðileggur hann meltingu sína. Ef hann tekur inn eitur verður hann veikur og deyr. Ef maður leggur fyrir sig fjárhættuspil, tapar hann peningum sínum.
ef hann drekkur of mikið, missir hann jafnvægið. Allar þessar þjáningar orsakar maðurinn sjálfur. Það þess vegna augljóst að vissar sorgir eru afleiðingar okkar eigin gerðar. Til eru annars konar þjáningar sem falla hlut hinna trúföstu Guðs, íhugð hinna miklu sorgir sem eru hlutskipti Krist og postula. Það sem mikið af þjáningum mannsins eru afleiðingar eigingerða hans, muni þær flest allar hverfa algjörlega. Ef maðurinn héldi fast við boð Guðs sem spámenn hans fæða. Ef menn fylgdu hinum helgu ráðleggingum og kenningum spámannanna, sagði Abdul Baha, ef himnesk ljós lýsti hverju hjarta og menn væri sannleika trúaðir, myndum við brátt sjá friða jörðu og Guðs ríki meðal manna. Lögum Guðs má líka við sálina og efnislegum framförðum við líkamann. Ef líkaminn væri ekki lífgaður af sálinni, myndi hann hægt að vera til. Það innileg bæn mín að andlega leiki megi stöðugt vaksa og aukast í heiminum og siðinni verði upplýstur og friður og samlyndi megi komast á. Já. Þetta svolítið magnað. Já, þakka þér fyrir. Hvað viltu segja þetta? Þessa tilvitnun? Já, sko, ég náttúrulega bara geti bara að tala út frá mér og hvernig, ég sé erfiðleika og eins og í sambandi með vinnuna mína og svona það sem kannski að þú segðu okkur hvað þú vinnur við. Já, sko, ég hef unnið í 8 ár með heroínsjúklingum, heroínfíklum fyrir það. Og þá, þetta svona meðferð, þetta svona, hvað heitir þetta á íslensku? Ég er búinn að gleyma íslenskunni. Þannig að skaðaminnkun. Já. Og þá sem sagt voru að gefa þeim heroín, að lækna heroín. Og vinna mín fólst í því reyndar oft bara að finna æðar með röntgen, til að hjálpa þeim að finna æðar og halda í sprautuna og í rauninni gera metadón og passa upp á að þeir væri ekki að fara í overdose, sko. Og svo náttúrulega hitt líka, svo vorum við með þeim bara allan daginn, frá 8 til 6, það komið 2 á dag, fengu skammtinn sinn og í rauninni vorum við að svona hjálpa þeim líka að koma undir þessu fótunum. Þannig að í Óðinsi þá bara minnkaði heimilislausum og fólk eins og konuna, það hægt að voru mikið á götunni að selja sig og svona. Það var alveg hægt, þetta sést ekki lengur en í Óðinsi, stelpur á götuhornum og svona, sko. Þannig að út af því að þau fá frítt heroín og þá einhvern veginn svona, já, bara tengjast þeim og en þetta er náttúrulega rosalegt, skilur við, og þetta er náttúrulega alveg þvílíkt, já, það var alltaf orð að lýsa þjáningunum sem þetta fólk lifir í, veist, að þurfa að fá skammtinn hver degi og oft er það ekki nóg, þá fara í pillur og alls konar, við erum alltaf að tala um fólk sem er bara að flýja lífið, skilur við, og er að taka inn pillur og alls konar og er bara í vímu stanslaust alla daga, hver einu sekundu, búin að missa tennur og baða sig ekki og allt þetta, sko. Þannig að þetta er ég búin að vinna í 8 ár. En þetta fólk sem þjáir svona mikið, nú við tölum þarna með þessar tilvitnun sem varst last á það, hvernig getum við sett þarna eitthvað saman sem merki á milli? Því þetta fólk er náttúrulega ekki kannski að upplifa einhverja mikla andlega sælu. Er það kannski viðhorfið sem þarf að breytast? Já, ég man oft í Lasington ritningu eftir Baha'u'lláh, ég man ekki alveg hvað var,
ópíum, þú veist, að ópíum það drepur sálina og ég held ég get alveg verið sammála því að þetta drepur sálina sko. og af því að ég sé svo mikið að það er ekkert á bakvið en þar á áður þá veist, þá hafa þeir samt og ég hef séð það að fólk ekki hjá mörgum því að kannski 3 sem náðu að stoppa veist, náðu að fara í meðferð og urðu edrú sko. og þá trúi ég eiginlega bara persónulega að þá hægt að veist, farðu samkenndina aftur og kærleikann og allt þetta sem hann tapar í svona vímu. Já. Ólafur, fyrirgefðu þegar þú stoppaði en ég gerði því miður þau mistök. Ég hélt ég var hérna með prófútgáfuna en það virðist vera að ég sé bara með ókeypis útgáfuna þannig að þetta bara, við erum að renna út á tíma. Ég ætla að gefa núna þeim sem eru þátttakendur möguleika því að einhver vill varpa fram spurningu en það getur vel farið að það verði bara slökkt á okkur, allt okkur á því þetta getur bara runnið út, þetta augnablik. Einhver með stutta spurningu eða athugasemd til hans Ólafs? Ekki. Allt í lagi, þá Ólafur, þá við bara, þú segir einhver loka orð svona, við erum alveg að renna út á tíma sem sagt. Ólafur, hvað viltu segja svona í lokin? Já, hvað er það í lokin? Ég bara, er þetta út? Síminn minn er að vara með við, já. 2-3 mínútur eftir. Já, bara í lokin sko, ég meina, auðvitað fer maður í gegnum alls konar, eins og þú sagðir áðan, ég meina, maður misti móður sína hérna í desember og þunglindir herjaði á og allt svona, sko, en þá einmitt svo mikilvægt, bara eins og til dæmis með móður mína, ég tala með hana á hverjum einasta degi, sko, fyrir mér hún meira að lifa. Trúin að gefa þig þarna styrk. Já, svona fullvissan, sko, að hún meira lifandi heldur en ég, og það gefur mér svona, það gefur rosalega mikið að vita því að ég veit að, hún hana. Og það mjög mikilvægt að, eins og með núið líka fyrir mig, það bara, það svo mikilvægt að ég stoppa mig af á hverjum einasta degi af því sem ég að gera og ég sest niður í kyrrð og þögn og sitt með sjálfum sér og reyni bara að tæma sjálfum með allir þekkingu, bara allt, bara ég veit ekki neitt og bara vera í kyrrðinni með sjálfum sér. Þá velkomin í seinni hlutann af þessu Zoom samtali og efnið sem við erum með hér til umræðu þjáninga. Og það Ólafur Eðvarðsson, staddur í Danmörku, sem að fræða okkur þetta. Ólafur hefur talsverða reynslu af þessu málefni því að hann starfar sem fíkniefna fulltrúi, ráðgjafi við danska í dönsku fangelsi og eins og hann sagði okkur frá því líka áðan að hann líka orðið fyrir mér persónulegri sárri reynslu það misti móður sína fyrir 1 ári síðan. Ólafur, þú ekki bara að byrja því að þá fjalla aðeins meira og svo getum við hinn komið inn með spurningar eða athugasemdir. Já. Gjörðu svo vel, Ólafur. Já, takk. Þannig að ég líka, þess að því ég tala erfiðleika og þjáningar, þá það bara svona út frá persónulegri reynslu og það sem ég svona get sagt það, til dæmis, ég líka AA-maður og ég búinn að vera í AA í 18 ár og ég sponsa mikið í gegnum AA og
Og það einmitt rosalega lýsandi við þennan texta, sko, að einmitt, þú veist, í sambandi við það, þá þá ég að hjálpa mönnum oft sem hafa lent á botninum, sko, þú veist. Að lenda á botninum, það líka sjálfskapað, skilur, og það þú veist, þegar menn eru gjörsamlega búnir á því og bara lifa í myrkrum heimi og eru bara, þú veist, gjörsamlega komnir á vegg, sko, og yfirleitt eins og það oft talað sko, að það engin leið, það engin hjálp, það ekki neitt, og þá annarkort bara að deyja eða bara að biðja hjálp. Og í AA þá náttúrulega með 12-spora prógramið og það svolítið byggt upp að fá þessa andlegu reynslu. Og ég trúi því svolítið mikið að þú veist, þótt fólk ekkert alkað, ég meina, fólk lendir í alls konar og það nær á botnunum bara á mismunandi hátt, skilur við, og þá einmitt þetta, sko, þú veist, hvað maður að gera, og þegar maður búinn að leita öllur hjálp og það einmitt bara að snúa sér að andlega heimi, þú veist, og það bara að vinna, þú veist, og svo kemur það þessi andlega reynsla, þú veist, ég fyrir mitt leyti, ég get bara að tala fyrir mig, þá verður það að fá þessa andlega reynslu, sko, svo að, já, einhvern veginn kom í myrkrunni í ljósið, þú veist, það já, ég veit ekki alveg hvert ég alveg að fara með þetta, sko, en skilur hvað við að andlega reynslu og það fékk ég sjálfur, sko. Ég fékk þessa andlega reynslu og þessu kallað andlega vakning og þá veit ég í dag, ég þarf að passa mig, ég á tendens að fara í þunglyndi, ég á tendens að fara í neikvæðar hugsanir, neikvæðar tilfinningar, bara allt neikvætt og ég þarf að passa mig hverjum degi að bara þegar ég vakna, til dæmis, að ég svona rúlla mér út á rúminu og byrja bara að taka saman hendur og svo þarf ég bara að sleppa þessum hugmyndum og að sleppa bara eitthvað bara svona slaka á, sko, og bara vita, ok, Guð stjórnar, ég ekkert að stjórna mig, ég þarf bara að sleppa, sko, og fljóta með mér annað í stæðan fyrir að synda upp á mótinni, skilur við, og það svolítið lífið mitt í dag, það eitthvað sem ég bara verð að gera, sko. Annars fer ég hinn áttin, þá byrja ég að synda upp á móti annað, skilur við, einhver vitleysingur, sko. Og þá lífið ekkert gott, sko. Það bara þannig. Þú starfar, ég ætla að gefa öðrum hérna möguleika á því að spyrja og koma athugasemdir. Ég man eftir því fyrir margt löngu að þá hérna var gefin út bæklingur á Íslandi sem heitir Andleg merking mótlætis og þá var einmitt í kringum útgáfuna og í bæjarsamfélaginu þá var svolítið verið að tala svona þetta sérstaka viðhorf sem Bahæjar hafa tileinkað sér gagnvart mótlæti og tjáningu, yfirleitt tjáning og mótlæti svona talið vera slæma í heiminum, það þetta sem að gerir okkur svona óhamgjusum, en í þetta Bahæ sjónarmið að tjáning hafi tilgang og mótlæti hafi tilgang og hérna að raunverulega persónulegu þroski sé ómögulegur án þess mjög sérstakur í okkar heimi. Að auki að þá náttúrulega, Óli, þú mjög kunnugur því að það sem grundvöllur
skilaboðana og spekinnar er það að öðlast þetta æðruleysi. Æðruleysi mjög erfitt að öðlast nema þú hafir einhverja von og skilning og trú á því sem að gerast í kringum þig. Bahai-trúin eða Baha'u'lláh, hann lýsir því hvernig örvænting og ringulreið heimsins kemur til með aukast dag frá degi og við horfum upp á þetta frá degi til dags og trúum því varla að þetta getur orðið verra, en svo verður það alltaf verra. Og eina leiðin til þess að halda sönsum í svona heimi einmitt að hafa einhverja sýn á það að handan þessa eitthvað annað og að þetta hafi þá svona á heimslegu mælikvarða tilgang til þess að færa mannkynið nær í gegnum þjáningu, nær einhverju sem að gæti líkst kenningu Bahai-trúarinnar. Algjörlega, sko. Eins og þetta, ég með svona myndlíkingu á svona mannkynnu og alkoholistanum, skilur. Askinn, hann svona fer alveg niður bara í botnin, sko, bara rústa gjörsamlega öllu. Konan farin, börnin farin, húsið og hann situr bara hvað gerðist og svo gerist þetta aftur og aftur þangað til, og það getur vel hann á 60 þangað til hann bara nær loksins þessari svona andleg, bara svona, hvað er ég búin að gera, og þá lít ég oft svona með mannkynni, ég lít á þetta sem bara mannkynni svona eitt stór alkoholisti, skilur, sem að bara að rústa sjálfum sér, bara endalaust. Það er skóarnir, skilur, oljan í sjónum og allt þetta, republikanar, demokratar, stríð, hvenær er nóg, sko, og eins og þú segir, skilur, ég held því miður að það var meira til þangað til, eins og bara mannkynið sem einn heild, bara fatti bara, wow, við getum ekki farið lengra, við verðum að, en það er náttúrulega svolítið spooky að hugsa til þess hversu langt það þarf að fara til að það náist. Ég hef haft reynsluna því að einmitt að svona í að þessu við þá sem að hafa lent í alvarlegum erfiðleikum og þeir verða yfirleitt, þeir fyrtast við til að byrja með, vegna þess að þeim finnst hvað finnst þér það að þú veist að, já, faðir minn dó eða móðir mín dó eða ég misti, já, barnið mitt jafnvel og ef þeim finnst þetta svo kalt í raun og veru að segja þetta, það sé þetta mótlæti sem við þurfum að þola í lífinu sé á einhvern hátt græðandi fyrir okkur eða göfgandi. Já, algjörlega. Þeim finnst það kalt, sko. En þegar þú ferð nánar ofan í þetta, að þá er þetta algjörlega, ég er algjörlega sannfærður um það, eina leiðin fyrir mannkynið til þess að vaxa í einhverja átt að það sem við erum að vinna að, í gegnum þessu slíka þjáningar úr því að þeir höfnuðu sem sagt auðvelduleiðinni til að byrja með. Já, algjörlega, sko, og ég meina, ég hef alveg sjálfur verið hann að, ég man bara einhvern veginn, ég var að blóta Guði hérna fyrir nokkrum árum síðan, sko, og ég var brjálaður, flutti til Danmörkur og maður var búinn að vera mikið einn hérna, skilur, og ég með kvíða og ég var lendi í svakalegu þunglyndi og svona, sko. Já. Og ég var bara, ef þetta stjáni, ég nenni þessu ekki, sko. Ég bara nenni þessu ekki. Getur ekki allt bara orðið gott núna, sko. Það með þetta, akkur þar, ég pældi þessu langan tíma, akkur þar maður að þjást til að fá það gott. Akkur getur ekki bara haft það gott. Eða skilur hvað? Já. En þegar ég lít tilbaka, þá sé ég bara, ég finn það með, ég hef lært alveg helling, ég fór að lesa alveg helling þunglyndi. Því ég var bara svona, mér langar eftir í þessu, ég hoppa á henni öll YouTube námskeið og bara alls konar bækur þetta og sem þýðir það núna í dag í starfinu, þá get ég talað þetta, sko. Þá man ég, þá veit ég ýmislegt þetta, sko. Þannig að nota þjáninguna í gott, ég hjálpa öðrum,
sem kannski á sama stað og maður var sjálfur. Mér finnst einmitt sko, það náttúrulega margir, maður sér mikið af viðtölum við fólk sem hefur gengið í gegnum mikla þjáningar og mér finnst það einkenna mjög marga, svolítið svipað þú ert að lýsa, þið að lýsa. Það að fólk, ef fólk kemst í gegnum þjáninguna, að þá fyllist það svo mikil auðmýkt, finnst mér. Ég hafa tekið eftir að einkenni fólk sem hefur farið heilt í gegnum þjáningar og ekki lent í því að festast í þessum neikvæðu hugsunum, náð að vinna sig út úr þeim. Það mér finnst oft einkenna þetta fólk alveg gríðarlegu þroski og auðmýkt, bara gagnvart lífinu og gagnvart þessari reynslu sem það hefur gengið í gegnum. Algjörlega og með þetta að nota síðan reynsluna sín. Nota hvað maður kalla myrkrið þessa reynslu fortíðanar sem maður vill alls ekki upplega en nota í styrk til að hjálpa öðrum. Það kom einmitt fram í textanu sem þú varst að lesa áðan, þarna með plóginn. Mér fannst það mjög góð líking að til þess að akurinn geti farið að spretta betur, þá það plófar og erfiðleikar eru ekkert annað en plófarið og þetta þó nokkuð mikilvægt að maður gerir sig grein fyrir að það ekkert hægt að dansa í gegnum lífið án þess að takast á við eitthvað. En á sama tíma kannski þarf maður ekki að biðja þjáningar en þetta samt aftur á móti mjög eðlilegt og eins og þetta sem þú nefndir áðan að þegar maður lendir í mótlæti þá fer maður að segja skammast út í Guð, á hverju gerir þetta? En í sjálfu sér að maður fer að skoða hlutina, þá var það nokkið Guð sem kom nálægt þessu, maður sá þetta alveg sjálfur sko. Og ég laðilega bara út af því sko. Þess vegna það þetta æðruleysi sem maður þarf að hafa og að takast á við það að láta það ekki, ég veit alveg þetta að þegar maður að hugsa heimsástandið þá getur maður orðið svo pirraður og hvað maður nú ekki búin að bölva fráfarandi forseta eitthvað ólega mikið þannig að maður eyddi orkun í eitthvað jákvæðara sko. Og hugsa þá bara meira hvernig maður getur sjálfur komið og verið. Það það sem kosturinn svo sem auðvitað með Bahai-trúna. Bahai-trún hún boðar að við eigum ekki að fara bara í guðsþjónustu einu sinni í viku, heldur erum við í eilífri guðsþjónustu. Og það það sem við þurfum að vera. Við þurfum að þjóna Guði og vera tilengja okkur þetta. Þess vegna þessi daglegu lestur mjög mikið. Af því að þetta auðvitað hlutur sem okkur öllum tekst kannski mjög mismunandi með að gera sko. En það þessi þjáning, það núningurinn sem mótar það. Mér finnst það sem fyrir ekki allar að segja eitthvað. Það sem Heiða var að koma inn á áðan, að þú veist að fólk sem lendir endalaust í biturð og biturðinni viðhaldið að þeirri tilfinningu að þeir eiga ekki skilið, skilur, það sem ádynur, þau eiga þetta ekki skilið og þessar kenningar Bahai-trúana sem að svona offsetta það eða koma jafnvægi á það það að það sé ekkert lagt á þann einstakling sem að hann getur ekki borið að Guð allavega ákvarði ekki að handa honum einhverja leið sem honum ófær og það þýðir það að geta hann til þess að takast á við þessa erfiðleika fyrir hendi í einstaklingnum, hún þarna en hann þarf náttúrulega síðan koma þessi tól og tæki trúarinnar sem
algjörlega út myndinni á flestum og það það sem Óli var að segja, bænir og ritningar sem að mæra sálina og ef þú ert algjörlega svona þreklaus í sálinni þá náttúrulega erfitt að takast á móti á við þessar þrengingar sem geta komið bara í koll og sem reyndar raunin við kannski flesta sjúklinga Ólafs. Þeir eru bara búnir á því, það virðist ekki vera neitt séns fyrir þá. Það kannski líka áfram á þessum nótum, ekki líka sagt að einmitt það ekki lagt meira á okkur en við getum borið, en við fáum líka þangað til við skiljum þar sem við höfum að læra. Sko. Er það ekki? Algjörlega. Við fáum bara aftur og aftur í annarri mynd þangað til að við erum búin að ná þessu. En ég las líka, sem ég held sé líka mjög mikilvægt að því að til dæmis tölum eins og þunglyndi, það alveg raunverulegt dæmi sko. Og ég las eftir Abdul Baha að því meira allt vonlaust snúðu þeir meira að öðrum sem getur hjálpað eða service, skilur við. En líka, ég sagði Baha'u'llah líka, ég hef sendt til eitthvað lækna, physicians, þannig að eins og með sálfræðinga og svona, ég meina, þetta verkfæri sem Guð hefur líka sendt á jörðina, sálfræðinga og alls konar sem einmittlega létta á sálinu sem maður þarf þess, skilur við. Og ég trú því einmitt að rosalega sterkt sjálfur að einmitt að gera upp fortíðina, að gera hana upp og svo þetta búið. Og það einmitt það sem ég gerir rosalega mikið með A-mönnum sem ég að sponsa, þeir þurfa að gera upp fortíðina. Og það yfirleitt, ég sé menn sem eru bara búin að dópandi í mörg ár og svo gera þau fjórðasporu og þeir að gera upp fortíðina með að skrifa þetta allt niður, blað og penna, skrifa niður, hvað gerðir þú? Og þetta eins og spegilmynd, þeir þurfa að horfa sjálfan sig í algjörlegum heiðarleik. Og það svo magna, ég sé menn bara að það kviknar eitthvað í þeim. Það eitthvað sem gerist, það eitthvað ljós. Og það bara svona, wow, þetta geðvægt. Og það einmitt, það eins og þeir ná að sleppa. Og þess vegna trúi ég rosalega mikið einmitt, það stendur líka í bætunni þetta með á hverju, ég man ekki, á hverju kvöldi þá. Ég sjálfum þið reikniskil. Reikniskil. Það svolítið hann, sko. Það reikniskil sem ég held, sem mér mjög dýrmætt, það á hverju kvölda, fyrir ég í dag, var ég leiðilegur eitthvað í dag. Og ég var, þá fyrir daginn eftir til starfsökunar. Þetta bara svona algjör, þetta bara að gera þetta. Það svona, þetta kalla prógramið, skilur. En þá einhvern veginn lyftir þetta mann upp allan tíma, maður hefur ekkert að fela. Þetta bara algjörlega út frá mínu lífi, sko. Óli, mér langar aðeins að velta upp öðrum fleti og byrja að þakka þér fyrir þessar frábæru hugleiðingar og mér langar svolítið að fara aftur inn á það sem þú talaður áðan sko, andlega reynslu og ég svolítið að velta fyrir mér hvernig getur maður losað þær hömlur sem við öll höfum eiginlega gegn því að eiga ekki andlega upplifun. Sko, við erum svo þjálfuð í því að leggja áherslu á vitsmuni og aðra slíkt og eigum oft erfitt með að vera móttækileg fyrir andlegri upplifun og sko, sem ungur Bahai þá kynntist ég aldrei neinum sem var með eins mikla fullvissu eins og móðir mín og var með svona þessa djúpu tengingu. Og hefur eitthvað velt í fyrir þér, hvernig getum við ræktað þetta með okkur, þessa getu til þess að upplifa eiga andlega reynslu. Og sko, eitthvað svona sem kemur í hugan sem þú vildir svona miðla með okkur?
Já, ég held að það sé, ég held að það sé mjög mikilvægt eins og við vorum að tala ég veit alveg hvað tala þetta að upplega þessa tengingu, og í köllum við þetta á íslensku bevisst kontakt, hvað heitir það? Meðvitað Sleysi. Meðvitt samband við persónulegan Guð, meðvitað samband, og þetta í rauninni svolítið svona eins og að vera vakandi, og þá held ég með þetta ef maður vill virkilega komast í tengingu til þess hugleiðslega, skilur, að dýrka það alveg eins og ég sagði áðan, stoppa þessu af í deginum, og herru, ég ætla aðeins að taka hérna 10 mínútur, þar sem ég sest niður, ég ætla bara að einbeita mér andardrættinu mín, og svo það tala að þegar við byggjum bænir þá hlusta Guð, en þegar við hugleiðum þá tala Guð við okkur í kyrrðinni. Það líka að lága pa 95 sinnum. Og það var Bahai bók sem ég las einhvern tímann hugleiðslu, og hann var einmitt að tala þetta. Ég man ekki hvað hann og hann var einmitt að tala þetta, fara í hugleiðslu og bjóða Abdul Bahá'u'lláh með í hjarta og svo vakna aftur og reyna svona bara svolítið að reyna að kultiveita þennan kærleik hér og nú, hér í núinu. En mér finnst það mjög sterk myndlíking sem þú ert með, að þetta með ána, að láta þetta sleppa og treysta ánni, og það er mikið af mörgum stöðum þar sem að Bahá'u'lláh talar þetta, þetta er eiginlega svona grunnurinn að æðruleysinu, að það sem verður mun verða. Við erum ekki stjórnendur, og mér finnst það rosalega sterk líking sem þú ert með, vegna þess að ég hef upplifað það, til dæmis að vera bara á uppblásnum báti í öflugri á, þá finnur maður líka fyrir smæðinni og þessu mikla krafti, þannig að mér finnst þetta alveg yndisleg líking hjá þér. En svo líka finnst mér þetta mjög áhugavert að við tölum svo oft þjáningu út frá einstaklingnum, en mér finnst þetta mjög skemmtilega pælingar hjá þér að hugsa líka þjáningu út frá öllu mannkyni og hvernig mannkynið í heild að fara í gegnum þjáningu, og við kannski, þetta tengdi, þegar varst að tala, það tengdi þetta við sem að Allsherjarhús réttvísinlega sagði 1985, að það væru 2 leiðir fyrir mannkynið að breyta og gera þær breytingar sem þurfa að gera. Annars vegar að gera það með yfirlegu ráði og grípa til þeirra breytingar sem þurfa að gera. Hin leiðin að halda á óbreyttri leið og keyra á vegg. Ég minna þeir notuðu ekki þannig orð, en þetta svolítið sama sem þú varst að lýsa. En þá vaknar þessi spurning, að ef maður viðurkennir ekki vandamálið, þá getur maður heldur ekki tekið við lausninni frá neinum öðrum. Og það svolítið svipað sem ég held að sé svolítið að gerast með mannkynið. Að við þurfum sem mannkyn að ganga í gegnum þjáningar, og þetta var náttúrulega mikla þjáningar sem að mannkynið gekk í gegnum í fyrri og seinni heimsstyrjöldinni. Og þá spurning hvort að við séum ekki líka ganga núna í gegnum þessari kreppu sem við erum að fara í gegnum núna, eitthvað sem við gerum lært af. Og við erum móttækilegir fyrir lækningunni sem að orð Guðs er. Já, ég veit ekki hvort ég fara með rétt mál, en ég held ég að einhvern lesi að Abdul Baha hafði sagt að þú ert að labba niður götu, þá að, ég veit ekki, skína frá þér að fólk komi til þín. Já. Er þetta ekki rétt hjá mig? Jú. Já, og það svolítið svona, ekki það ég eitthvað að reyna að skína, en það með þetta held ég að, eins og að tala
að vera svolítið hér og nú. Eins og þá fyrir mér morgunin rosalega mikilvæg þegar ég vakna á morgnana. Hvernig stend ég fram í rúm og veist, ætla að leyfa Guð að vera bílstjórnum og ég í aftursætinu og bara slappa að, ég gef þetta frá mér. Bara Guð, hversu vel, þú gerir, ég treysti þér, skilur. Og hann stundum texta ekki alveg jafn vel, skilur. Og hann, en þá mitt, þetta með erfiðleika í mannkyninu, það veist, það svo mikilvægt, veist, að maður, hvað ég segja, veist, að maður passar upp að sjá hans því, að sína andlega iðkun, að maður sterkar þegar, veist, fólk kemur og vantar hjálp, veist, að þá ert þú tilbúin að geta gefið þá hjálp sem það, veist, og þess vegna held ég líka oft tala orku, skilur, að einmitt að geyma svolítið svona fyrir sjálfan sig, sko, að ég veit ekki alveg hvað ég að segja, sko, en þetta raun eins og börnin mín, veist, ef ég vakna á morgnana og ég ekki geri það sem ég þarf að gera, veist, þá verður þetta svona cranky dagur, skilur, og ég gef börnunum mín að búið að vera stress og ég þarf að flýta mér og allt í einu ég bara ruglaður, allt í gangi, skilur, en ef ég byrja daginn almennilega, veist, þetta eins og verið flugvél, sett súrefni á börnum fyrst, á sjálf á mig fyrst, svo börnum, veist. Það svolítið að passa upp á að ég í góðri tengingu. Það mjög mikilvægt. Og þá einhver veginn, eins og þunglinsleg, eins og leiðilegt þetta með heiminn og allt það, en þá veit ég að það fer allt vel. Það lítur að vera. Veist. Þannig að þetta skemmtilegt umræðum. Ég get alveg sagt að ef ég byrja daginn á hugleiðslu þá er dagurinn allt annar. Hugleiðsla nefnilega magnað, bæn og hugleiðsla, sko. Þú segir bæn og svo hugleiða og einmitt bara stoppa daginn af. Miðum degi, slaka á, taka 5 mínútur, 10 mínútur, veist. Það svo heilinn fær svona nýtt batteri, veist, eða andinn, þannig að, já, það svolítið magnað. Já. Já, segi ekki annars hvað? Já, nei, við erum ekki endilega hætt. Okay. Er einhverju fleiri sem vilja koma með spurningu eða leggja eitthvað til málana? Þetta var verið að búa ákaflega áhugavert. Hvað segir þið þetta fyrir norðan, Marta og Guðjón? Marta, þið nú bæði kennar, Guðjón, þú ert sálfræðingur, Marta kennari, þannig þið hafa nú... Ekki sálfræðingur. Nei, Þetta er ekki sálfræðingur? Nei, ég Sálfræðikennari. Sálfræðikennari, það nú ekki alveg það. Sálfræðikennari, já, en þú lærðir sálfræði. En þið hafa náttúrulega sem kennarar hlutið af að þurft að takast á við ýmislegt. Ykkur var það eitthvað nemendur og svo þið náttúrulega foreldrar líka. Getið þið ekki eitthvað deilt einhverju með okkur? Nei, ég er svo sem ekki mér finnst þetta svo áhugavert bara það sem hann er búin að vera eða þú, Óli, ert búin að vera að segja. Mjög svona djúpar pælingar og gaman að hlusta á þig. Já. Takk fyrir það. Guðjón, ég sé að þú ert að hugsa eitthvað. Það er eitthvað að brjóðast um.
Ég aðalega að hlusta, sko. Nei, ég hef ekkert við þetta að bæta, sko, alls. Nei. Nú, jæja, hérna... Aðeins að fá þetta útræð. Sko, eiginlega á það sem að Óli byrjaði á í upphafi þegar hann var að segja frá þessari upplifun sem hann varð fyrir þegar hann fór til Ísrael. Leit á þetta bara svona sem hvert annan ferðalag þegar hann lagði af stað en kom breyttur maður tilbaka. Það er bara mjög ánægjulegt að heyra þetta. Já. Takk fyrir það. Jæja, allir fyrir það ekki að slá bort. Þetta er sérstaklega skemmtilegt. Einhver sem brennur, sem vill koma einhverju að í lokin, eitthvað að fæðast núna? Ég vil bara þakka fyrir að fá að tala eins þetta, sko, og mér finnst þetta mjög áhugavert og gott samtal sem með henn á laugardögum. Ég bara mæti næst og hlusta á Anisius. Já. Þakka kærlega fyrir og bara, þetta líka mjög mikilvægt starf sem mikilvæg vinna sem þú ert í. Þannig að þetta er mjög gott að geta, að þú getur þá líka miðlað af þeirri reynslu sem þú hefur sjálfur og líka bara þessar einlægni sem að ég veit að þú býrð yfir og sem svo mikilvæg fyrir held ég alla og kannski veit maður aldrei mann kannski heldur að sálinn sé ekki þetta lengur hjá þessu fólki en kannski getur það ekki tjáð það. Hún er kannski falin. Já, það er djúpt á henni. Já, það er það.